Og við erum hvergi nærri hætt hérna í föstudagsþættinum. Hingað til mín í settið kominn Baldvin Esra Sléttuúlfur og hann ætlar að segja okkur frá Oktoberfest í Portinu. Margt sem þarf að útskýra þar, vertu velkominn. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já, sko, þetta Portið, eigum við að byrja á því? Já, byrjum á því. Portið niður í bæ og það í rauninni port þarna bak við Berlín og Æsverðbúðina þarna inn á milli göngugötu, Ráðhústorgs og Skipagötu. Já. Og það hægt að ganga þarna inn hliðin á Pallaljósmyndara í gegnum svona undirgöng og þar bara leyndur staður og kannski, nú fólk kannski búin að fara þarna í sumar vonandi og þarna höfum við verið að halda smá viðburði í sumar, svona tónleika og smá markað og svona dótari og núna komið að því við ætlum að halda Oktoberfest. En við ætlum að gera það núna bara, við byrjuðum í gær. Já. Og ætlum að halda það til 3. október. 3. október, einmitt, að þýskum séð. Þetta nefnilega, eins og þú varst að segja mér hérna bara rétt áður en við fórum í tökur, að þetta ekki bundið við október þó þetta heiti Oktoberfest. Nei, þetta örugglega, þetta ásögur örugglega einhverjar sögulegar skýringar og þetta var haldið í október á einhvern tímann. En núna held í 150-200 ár hefur þetta verið haldið frá svona miðjum september til 3. október. Þetta 3 vikna hátíð og við erum að byggja þetta alveg upp eftir forskriftinni frá Bæjaralandi og erum með rétta matinn og réttu drykkina og erum með þetta í tjaldi, við með svona bekkjum og reynum að gera þetta svolítið svona eins og við værum að fara til München. Já, já. En við náttúrulega komumst ekki þangað núna. Nei. Það eins gott bara að skella sér niður í port og fá smá þýska hámenningu bara beint í æð. Beint í æð, já, einmitt. Já, það ekkert í boði að fara á hina einu sönnu Oktoberfest. Nei, henni var aflýst. Já, einmitt. Og sem kannski, við erum lendið smá vesinni með það, af því að þessi hátíð náttúrulega risastór. Ég held að séu 3,5 milljón gestar sem koma til Bæjaralands til þess að upplifa þessa hátíð. Og henni aflýst, þá náttúrulega fara allir bjórframleiðendur á svæðinu að skrúa niður framleiðslinu og það var víst erfitt að nálgast alvöru svona októberhátíðar bjóra. Já. En við náðum að held ég redda því og svona náðum að næla okkur í nokkra kúta af svona marsen alvöru hátíðar bjór. Þetta ekki þessi hefðbundni lager Löwenbrau sem að við erum kaupum í ríkinu heldur þetta sérbrugga fyrir svona októberhátíðir sko. Einmitt, það svona ófyrirséð vandamál sem hljótast af þessu að hátíðin ekki haldin úti. Nei, einmitt. En við ætlum að halda hana hér. Já, sem frábært og bara frábært líka að það sé loksins komið líf í þetta port. Ég held að margir jafnvel bornir og barnfæddir Akureyringar hafa ekkert endilega vitað af tilvist þessa ports almennlega. Nei, það ekki verið mikil starfsemi þarna þannig séð gegnum tíðina, en veist eins og Æsverðbúðin með fallegan pall og það eru svona útisvæði á þessum veitingastöðum sem eru eins og Berlín og Kurdo og í sumar þá heldum við þessi tónleika eða svona þessa laugardaga fengum stuðning frá bænum til þess og reyndum að gera það besta úr stöðinni og við náðum nú að halda nokkur stór en svo var svona ágúst, hann fór svolítið svona fyrir ofangarðan neð það kom náttúrulega út af seinni bylgjunni sko. Þetta alrænda bakslag. Já, en við bara vinnum með það og við ætlum að reyna að gera þetta líka bara í algjöru samræmi við öll tilmæli og reynum að hafa nóg pláss og nóg sóttvarnastöðum og gera þetta bara svolítið huggulegt en samt örugt. Örugt, já. Þannig að þetta svona bara vonandi eitthvað sem að Akureyringar og jafnvel fleiri séu til í að kíkja á. Já, ekki núna næstu vikurnar. Ekki spurning að upplifa alvöru svona Oktoberfest stemmingu því eins og segir, þið eru með tjald og... Já, við erum ekki með gasheitur, við erum með rafmagnshittara og svo erum við með smá skemmtiatriði öðru hverju og Magni kom til okkar í gær og svo ætlum við að vera með karaoke í kvöld og morgun kemur harmonikuleikari, þannig að það verður, og svo bryttum við upp á þessu bara þegar framlíða stundir sko.
Og opnatíminn þetta boðið 5. föstu og laugardag Já. frá 5 til 11 og og höfum að gera að kíkja, það líka hægt að bóka borð með því að hafa samband við okkur á Facebook eða á heimasíðun okkar sem heitir sléttuúlfur.is. Sléttuúlfur, þú voru að útskýra þetta hvað er þessi sléttuúlfur? Sko, þetta byrjaði bara sem svona grín í sumar sko, að við þurftum eitthvað nafn á þessa hugmyndafræði sem við vorum að vinna með sem þá að gera alls konar brall. Já. Og ég maður ímynda sér að lævís sléttuúlfur sé ansi mikill brallari. Já. Og til ég að gera alls konar dót af sér, bæði til gags og ógags. Og okkur fannst bara viðeigandi að þessi hugmyndafræði fengið þetta nafn og við svo bara ætlum að reyna að athuga hvað gerist í kjölfarið þegar við erum búin að halda þessa hátíð. Já. Núna, hvað gerist næst, þá mun sléttuúlfurinn fara aftur á kreik einhvern tímann og gera einhvern óskunda. Já, ég viss það, sléttuúlfar, það bara í eðli þeirra að vera ansi lífsegir og hugmyndaríkir, náttúrulega. Já, þetta hörðu lífsbarátta sléttuúlfsins í nútíma heimi. Það sem ekki einhver pláss fyrir hann, en hann finnur sér pláss og hann finnur sér eitthvað að gera, sko. Já, og búin að hreiðra svona fallega sig allavega tímabundið í portinu. Við sjáum hvað hann endist lengi þar. Já, það nú gott að það skjól úr öllum áttum, þetta náttúrulega bara... Já, þetta alveg ótrúlegu staður í rauninni, ef maður horfir út frá... Við grínumst með það í sumar, að portið væri skjól fyrir norðan áttum og almennum leiðendum. Já. Þannig að það kannski líka, það kemur svolítið úr því að reyna að búa til smá var fyrir okkur í þessum ólgusjó sem lífið þessar mundir. Einmitt. Ég upplifði það, ég mætti á tónleika í portinu í sumar og mér fannst eiginlega, það var svo gott veður þá og mér fannst eiginlega að vera komin bara til útlanda. Já, við höfum heyrt þetta og ég held að það sé eitthvað sem alveg verðt að vinna með. Að búa til smá útlönd hérna heima meðan að lífið eins og það og það svona við höfum fengið þetta feedback að það væri rauninni eins og þú sért að detta inn á eitthvað torg í einhver evrópskri fornri höfuðborg og einhvern veginn að fá þér kannski einn svalandi drykk og eitthvað gott að borða. Við erum með alþjóðlegan mat þarna í portinu, við erum með Murti með indverskan mat og við erum með Kurdo með kurdískan mat og þetta bara og verða bara svolítið svona suðu pottur og ég held að þetta sé svona kannski ágætis birtingarmynd bara á skemmtilegu fjölmenningarsamfélagi sem að gerir kannski lífið bara örlítið skemmtilegra, sko. Heldur betur. Og nú bætist Oktoberfest í Flórida. Já, þýsk hámenning. Já. Við erum náttúrulega svolítið tengdir Berlín. Já, það náttúrulega mjög lógískt. Hvet ykkur til að kíkja þangað við tækifæri og fá okkur morgunverð. Kannski ágætt að byrja þar og svo bara beint yfir í portið. Taka allan daginn bara. Hvað sem fólk gerir, við hvetjum það endreiði til þess að kíkja á okkur og ég bara óska ykkur góðs gengis með þetta og þakka kærlega fyrir að koma hérna til mín í þáttinn og segja okkur frá þessu spennandi framtæki. Já, bara takk fyrir að bjóða mér og bara gangi ég vel með þennan nýja frábæra þátt ykkar. Já, takk.